Komið sæl og blessuð, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson og prestur í verkefni sem kallast Játningabundin evangelisk lútersk kristni. Við erum á YouTube og Facebook og á heimasíðunni jalk.is, jalk.is. Ég ætla að vera hérna með ykkur næsta hálftíman og skoða með ykkur ritningarlestrana og guðspjall fyrir næstkomandi sunnudag sem 4. sunnudagur eftir páska eða 5. sunnudagur páskatímans. Það sem sagt ennþá páskatími og við skreitum kirkjulandsins með hvítum eða gylltum lit og áherslan verður lögð á persónu og starf Jesú Krists. Textarnir á sunnudag eru eftirfarandi. Fyrir lesturinn úr hinu svokölluðu apókrýfu ritum Gamla testamentisins og það hópur bóka sem að almennt teljast ekki til biblíunar en hafa þó oft fyllt henni sem að svona gott auka efni. Lesturinn hluti af lofgjörðar og þakkabæn í lop Tóbitsbókar, nánar tiltekið úr 13. kafla úr versum 1-5 og 8. Hér horfir megin persóna bókarinnar Tóbit öxl og sér handleiðslu drottins gegnum mikla erfiðleika. Síðari ritningalesturinn úr fyrsta bréfi Jóhannesar hinu almenna í 4. kafla versum 10-16. Hér talað skýrum orðum kærleikan, hvað hann og hvaðan hann kemur, hvað þýðir að vera í kærleikanum og það að elska. Að lokum guðspjall þessa sunnudags eins og síðasta sunnudag úr kveðjuræðu Krists í Jóhannesar guðspjalli. Að þessu sinni kemur lesturinn úr 15. kafla versum 12-17. Jesús talar hér kærleikan og boð hans til lærisveina sinna að elska hvern annan. Þannig að það má segja að vöxtur í trú sé megin inntak þessara 3 texta eða allavega það samantekt þjóðkirkjunnar á heimasíðu sinni. Ég hugsa að mætti einnig benda á hið tvöfalda kærleiksboðorð og ég ætla rétt að lesa það fyrir ykkur sem inngang. Við finnum það meðal annars í 22. kafla Mattheusar guðspjalls í versum 37-40. Þar svarar Jesús farisea nokkrum hvað sé æðsta boðorð ritningarinnar. Við lesum þetta. Hann svarar honum: elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum. Þetta æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum 2 boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Jesús segir okkur sem sagt hér að kærleikurinn sé kjarni lögmáls drottins og allra boðorðana. Til dæmis boðorðin 10 ekkert annað en lýsing á því hvernig kærleikur lítur út í verki. Kærleikur til Guðs og manna kjarni þess að vaksa í trú. Og með það í huga skulum við snúa okkur að fyrri ritningalestrinum sem eins og áður sagði úr Tóbits bók sem ein hinna svokölluðu apókrýfu rita Gamla testamentisins. Hún að öllu jafnu ekki talin til rita biblíunar og sérstaklega ekki í kirkjum siðbótarinnar. En hún samt sem áður bæði áhugaverð og spennandi og vel þess verð að hún sé lesin. Söguleg samhengi hennar það að á eftir tíma Salómons konungs klofnaði Ísraelsríki í tvennt, í norðurríkið Ísrael og í suðurríkið Júda. Fyrsti konungur norðurríkisins Jeroboam lét setja upp 2 mustri, annað í bænum Samaríu og hitt í bænum Dan, norðan við Galileuvatn. Upp til hópa ferðuðust menn til norðurríkisins í norðurríkinu til þessa mustra og tilbáðu þá gullkálfana sem þar voru. Þetta endaði með dómi Guðs. Salmanesir Asseríu konungur réði síðan á norðurríkið og herleiti marga íbúa þess til borgarinnar Nínive. Tóbit sem að bókin kennd við var eitt þessara manna en sjálfur hafði hann alltaf ferðast til Júdeu og Jerúsalem til þess að biðjast fyrir þar. Hann hafði sem sagt ekki tekið þátt í allri þessari hjágoðadýrkun. Hann hafði líka lagt ríka áherslu á skýrlífi og guðhræðslu, sérstaklega á það að nota eignir sínar og úrræði til þess að hjálpa öðrum. Í Nínive hafði Tóbit svo vegnað vel, en þegar Sankerib tók völd eftir Salmanesir kom hjálpsemi hans honum í vandræði.
Tíma þurfti hann að dyljast vegna þess að hann hafði jarðað lík Ísraelsmanna sem Sankerib hafði drepið og hreinlega fleygt út fyrir borgina yfir borgarmúrina. Þegar þetta vandamál var liðið hjá, fekk Tóbit síðan sýkingu í augun og varð í kjölfarið blindur. Og þegar hann var blindur þá lenti hann í erjum við Önnu, eiginkonu sína, og varð mjög langt niðri fyrir. Svo langt niðri fyrir að hann baðst fyrir og bað Guð að taka líf sitt. Á sömu stundu og Tóbit var að biðja þessara bænar, þá var ung kona nokkrum dagleiðum suðaustur sem að bað sömu bænar, og hún var líka meðal hennar herleitu af sömu ætt og Tóbit og þekktust faðir hennar og Tóbit mjög vel. Fyrir herleiðingarna hefðu þeir reglulega ferðast saman til Jerúsalem við hátíðarnar og Sara hafði verið trúlofið 7 sinnum, en í hvert skipti þá hafði mannsefni hennar látist á brúðkaupsdeginum áður en þau höfðu sofið saman. Þessu olli illur andi sem að kvaldi hana að þessu leiti að hann réðist sem sagt á mannsefni hennar og drap þau. Og nú óskaði hún sér líka helst dauða til þess að þurfa ekki að valda fjölskyldu sinni frekari skömm. Drottinn svaraði báðum þessum bænum í einu, en þó ekki eins og þau sjálf vildu. Sonur Tóbitar, sem hét Tóbías, verði þá miðdepill sögunar. Tóbit sendi hann til þess að sækja peninga sem voru í vörslu í Medíu stutt frá staðnum þar sem að Sara bjó. Drottinn hafði sendt engilinn Rafael til að fara með Tóbíasi, vísa leið og leiðbeina. Tóbit og Tóbías þekktu engilinn hins vegar sem Asaría, sem var ættingi þeirra. Til þess að gera langasögu stutta heppnaðist ferðin framar vonum. Tóbías kynntist Söru og kvæntist henni, en illi andinn gerði honum ekki mein, heldur var hann fjötraður og rekinn burt frá húsinu. Engillinn fer síðan og sækir peningarna sem voru í vörslu. Tóbit sjálfur veit ekki af neinu meðan á öllu þessu stendur og fer að óttast son sinn. Anna konan hans er fljótlega sannfærð það að einkasonur hennar er hreinlega dáinn. Og það er hreinlega liðin tæpur mánuður þegar hann loksins kemur heim, þá er hann kvæntur og ríkur. Og við heimkomu hans eru augu Tóbits læknuð samkvæmt fyrirmælum engilsins. Engillinn greinir síðan frá því hver hann er raunverulega og hvernig allt sem hefur átt sér stað hefur gerst samkvæmt vilja drottins. Hann hafði sannarlega heyrt bæn Tóbits og hann hafði einnig heyrt bæn Söru og svaraði þeim báðum. Ekki með því að láta þau deyja, heldur með því að snúa harmi þeirra til fagnaðar. Engillinn hvetur síðan Tóbit til þess að lofa drottinn með því að greina frá stórverkum hans. Fyrri lestur næstkomandi sunnudags er satt hluti af lofsöng Tóbits sem er í raun og veru allur kafli 13 en við lesum einungis 6 vers. En áður en við gerum það skulum við taka stutt hlé. Komið sæl aftur, þetta er þátturinn undirbúningu fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson og við erum að fara yfir lestrana og guðspjall fyrir næstkomandi sunnudag. Rétt fyrir hlé sagði ykkur söguna á honum Tóbit, Tóbíasi, Önnu, Söru og af englinum Rafael. Fyrirlestur er að finna í Tóbits bók, kafla 13, versum 1-5 og 8. Þetta er lofsöngur Tóbits í lok sögunar, þar sem hann lítur öxl og ber vitni góðverk drottins. Lesturinn hljóðar svo. Þá bað Tóbit, lofaður sé lifandi Guð að eilífu, lofað sé ríki hans. Hann agar en miskunnar einnig, leiðir til heljar niður í jarða djúp, en hrífur einnig úr gereyðingunni. Enginn fær umflúið hönd hans. Þakki honum Ísraelsmenn í auðsinn heiðingjana, meðal þeirra dreifða niður. Þar sýndi hann mátt sinn, vexa við hann frammi fyrir öllum lifendum, því að hann er drottinn vor, Guð vor og faðir vor, hann er Guð aldir alda. Hann mun hirta yður vegna ranglætis yðar, hann mun einnig miskunna yður og leiða yður aftur frá þjóðunum öllum sem yður var dreift á meðal. Allir skulu tala stórvirki hans og syngja honum lof í Jerúsalem. Þannig hljóðar lesturinn úr Tóbits bók. Það sem að Tóbit bendir okkur á með alveg sérstökum hætti er fyrsta boðorðið, eða æðsta boðorðið eins og Jesús kallar það. Ef við vitnum aftur í fyrri hluta tvöfalda kærleiksboðursins þá var það svona.
Hann svaraði honum, elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Og Tóbit gefur okkur sem sagt góða ástæðu til þess. Það Guð sem drottin og faðir okkar. Það hann sem gerir stórvirki, það hann sem agar þjóðirnar og það hann sem að frelsar. Það hann sem sýnir mátt sinn og eins og saga Tóbit sýnir okkur, þá það hann sem getur snúið harmi yfir í fögnuð. Það ekki til neitt annar Guð við hliðin á drottni Guði vorum. Ástæðan fyrir því að við eigum að elska Guð framar öllum öðrum það ekki til neitt annars. Og ofan á það bæti síðan það að hann elskar okkur af fyrrabragði. Alltaf þegar ritningin talar að Guð elskar okkur, þá kemur það fram í verki. Kærleikur Guðs til okkar ekki bara einhver hlý tilfinning. Heldur hann ólýsanlega tengdur því sem að Guð gerir. Kærleikur Guðs til Tóbits, Önnu, Tóbíasar og Söru kom fram í verkum hans sem við lesum í Tóbits bók. En kærleikur hans til heimsins alls kemur fram í þeirri staðreind að hann sendi son sinn inngetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Það þessi kærleikur sem síðan endurspeglast hjá okkur eða á allavega að gera það. Það hens sem að endurspeglast í síðasta hluta tvöfalda kærleiksbóðarsins. Við munum hvernig það var og ég ætla að lesa það samt sem áður aftur. Það Mattheusi 22 og við lesum vers 39 til 40. Annað þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum 2 boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Og með allt þetta í huga höldum við nú áfram og lesum síðari ritningarlesturinn úr 1. Jóhannesbrefi, 4. kafla, versum 10 til 16 og hljóðar það svo. Þetta kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir vorar. Þér elskaðir, fyrst Guð hefur svo elskað oss, þá ber einnig oss að elska hver annan. Enginn hefur nokkur tíman séð Guð. Ef við elskum hvern annan, þá Guð stöðugur í oss og kærleikur hans fullkomnaður í oss. Við þekkjum að við erum stöðugir í honum og hann í oss, af því að hann hefur gefið oss af sínum anda. Við höfum séð og vitnum að Faðirinn hefur sendt sonin til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús Guðs sonur, í honum Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Þannig hljómar hið heilaga orð, dýrð sé þér drottin, því þú hefur orð eilífs lífs, hvert annað ættum við að fara. Eins og við heyrum hér kærleikurinn eins og rauður þráður sem gengur gegnum alla þessa texta og Guðspjallið úr 15. kafla Jóhannesarguðspjalls þar engin undantekning og við komum líka að honum eftir örstutt hlé. Komið sæl aftur, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson og við erum að fara yfir ritningarlestrana og Guðspjall næstkomandi sunnudags. Þetta hafa verið mjög áhugaverðir textar. Fyrir lesturinn var úr apókrýfsritinu Tóbits bók og þar heyrðum við lofsöng Tóbits eftir að drottin sneri sorg hans yfir í fögnuð. Síðari ritningarlesturinn úr 1. Jóhannesbrefi og hann myndi okkur á það að við eigum að elska náungan eins og Guð hefur elskað okkur. Að því leitinu til Tóbit líka sérstaklega góð fyrirmynd. Hann notaði tíma sinn og eignir sem tækifæri til þess að hjálpa öðrum. Jafnvel þegar honum var sjálfum mjög langt niður fyrir. Guðspjall næstkomandi sunnudags, 4. sunnudags eftir páska eða 5. sunnudags páskatímans, kemur eins og texti síðasta sunnudags úr kveðju ræðu Krists í Jóhannesar Guðspjalli. Eins og ég talaði í síðustu viku þá hefst þessi ræða í 13. kafla, þegar Jesús þvær fætur postula sinna. Þar með sýnir hann þeim hvernig ríki Guðs virkar. Hann sem sjálfur drottin, hinn æðsti í ríki Guðs, tekur á sig þjónsmynd, sest niður á gólf, tekur þvottakvar og þvær fætur lærisveina sinna. Það kærleikur sem kemur fram í verki. Ekki bara kemur hann fram í táknrænum verkum, eins og það að halda stórar veislur og stórar játningar eða gefa blóm eða þess áttar, heldur verk kærleikans fyrst og fremst þjónusta við aðra. Sá sem raunverulega elskar gerir sjálfan sig að þjóni þess sem hann elskar.
Þessi kærleikar eins og rauður þráður gegnum alla kveðjuræðuna líka, sem síðan líkur í kafla 17 með fyrirbæn Krists fyrir okkur í Getsemane. Við lesum þá Guðspjall næstkomandi sunnudags úr 15. kafla Jóhannesar Guðspjalls, versum 12 til 17 og þau hljóðar svo í Jesú nafni. Þetta mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vinir. Ef þér gjörið það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki framar þjóna, því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir. En ég kalla yður vini, því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér biðjið hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður að þér elskið hver annan. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Eins og Kristur hefur elskað okkur, eins eigum við sem á hann trúum að elska hvert annað. Hvernig það þá sem að Jesús hefur elskað okkur? Og hvernig þetta einhvern veginn nýtt boðorð? Höfum við ekki lesið það tvisvar sinnum, bara í þessum þætti, að boðorðið þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig annað æðsta boðorðið í Gamla testamentinu. Jú, það ekki með það sem málið. Við eigum að elska náungan eins og okkur sjálf, en við eigum ekki bara að gera það, heldur eigum við að elska náungan eins og Jesús hér segir, eins og hann elskar okkur. Hann var jafnvel tilbúin til þess að leggja eigið líf í sölurnar til þess að geta fyrirgefið okkur og tekið okkur í sátt. Og það nefnilega hinn æðsta kristilega þjónusta við náungan, að hafa lund fyrirgefningarinnar og sátta við alla menn. Kirkjan, samfélag þeirra sem trúa á Krist, útskúfir engum sem sækist eftir fyrirgefningu og sáttum. Það þýðir augljóslega ekki að við leggjum orð Guðs til hliðar eða við leggjum blessun okkar á það sem að ritningi fordæmið sem synd. Þvert á móti, eins og við þegar komist að í þessum þætti, þá lögmál Guðs ekkert annað en kærleikur í verki. En þeim sem iðrast og leitast eftir sáttum á kirkjan alltaf að taka við. Og í síðustu viku lásum við úr síðara Korinthubréfi þar sem Páll og Tímóteus samstarfsmaður hans skrifa til Korintumanna sem hafa gert iðrun eftir mikla togstreitu og erjur, og þeir hafa jafnvel gert Páli og Tímóteusi margt illt. En Páll og Tímóteus gleðjast nú yfir fréttunum það að Korintumenn hafa iðrast og leita sátta. Þeir skrifa í 5. kafla í versum 18 til 19: Allt frá Guði sem sætti oss við sig fyrir Krist og gaf oss þjónustu sáttagerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttargerðarinnar. Kristilegur kærleikur í verki aldrei erfiðar en þetta, að taka þá í sátt sem hafa gert manni illt. En næst á eftir því sennilega það að vera sjálfur tekin í sátt þegar maður sjálfur hinn seki. En í því felst meir en okkur annað þetta boðar Krists, eins og hann segir að þér elskið hvern annan eins og ég hef elskað yður. Og í hvert skipti sem við tökum einhvern í sátt eða erum tekin í sátt, þá það vitnisburður þann kærleika sem að Kristur hefur til okkar og þann kærleika sem fyrirmyndin. Við ljúkum þessum þætti þess vegna með því að lesa aftur þetta einfalda atriði og síðara ritningalestrinum í 1. Jóhannesarbréfi, 4. kafla og 10. versi. Þetta kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir vorar. Amen. Og með þeim orðum þakka ég ykkur fyrir samfylgdina í dag og vona að þátturinn verði ykkur til gagns og uppbyggingar og ekki síst góður undirbúningur fyrir messu á sunnudaginn. Verið sæl.